Komið sæl, ég heiti Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir og ég dósent í opinberri stjórnsýslu við Háskóla Íslands. Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands býður upp á framhalds- og diplómanám í opinberri stjórnsýslu. Hér eru 3 mismunandi leiðir að ræða. Það í fyrsta lagi diplómanám, almennt diplómanám í opinberri stjórnsýslu og síðan diplómanám sem sérstaklega ætlað þeim sem eru stjórnendur í heilbrigðisþjónustu og vilja sérhæfa sig í opinberri stjórnsýslu. Og þriðja leiðin okkar meistaranám í opinberri stjórnsýslu. Það sem ég ætla að vekja athygli ykkar á það að öll námskeiðin í þessum námsleiðum eru kennd með svona blandaðri tækni. Það að segja, þetta bæði fyrir staðnemendur og eins fyrir fjarnema. Þannig að flest námskeiðin ná þá til nemenda sem vilja koma hingað inn í háskólan og sitja hér fyrirlestra eða þau ykkar sem eruð út á landi eða út í heimi og sækja nám hér við Háskóla Íslands í fjarnámi. Einstaka námskeið eru vísu eingöngu kennd í fjarnámi, en kynnið ykkur þetta vel. Þetta kemur mjög skýrt fram í námslýsingu og kennsluskrá allra námskeiðana. Nú, en af hverju, hvers vegna erum við að bjóða upp á framhaldsnám í opinberri stjórnsýslu? Jú, það ekki bara þegar heimurinn virðist vera komin á hvolf og allt einhvern veginn að fara hérna hjá okkur á hliðina að við þurfum á vandaðri og góðri stjórnsýslu að halda. Við þurfum alltaf, öllum stundum og undir öllum kringumstæðum á vandaðri og góðri stjórnsýslu að halda. Við þurfum stjórnsýslu sem réttlát, sanngjörn, gagnsæ, örugg og fyrirsjáanleg. Við þurfum opinbera stjórnsýslu sem hefur á að skipa hæfni og þekkingu til að takast, til að tileinka sér og nota allar þær upplýsingar, allar bestu fáanlegu upplýsingar og þekkingu sem við þurfum á að halda til að leysa viðfangsefni samfélagsins hverju sinni. Árið 2017 þá gerðum við könnun meðal þeirra sem lokið hefðu hjá okkur meistaranáminu. Þetta voru 230 manns, hvorki meira né minna. Og hvað var þetta fólk að segja námið okkar? Jú, það eflir, greiðir leið, gagnast, styrkir og eykur möguleika. Allt þetta. Það eflir fræðilega og hagnýta þekkingu á stjórnun og stjórnsýslu hins opinbera. Það greiðir leið nemenda inn á fjölbreyttan og lifandi starfsvettvang. Það gagnast þeim sem vinna hjá eða hafa hug á að vinna hjá ríki, sveitarfélögum eða félagasamtökum og það styrkir stöðu nemenda sem þegar í starfi. Og það eykur möguleika nemenda til að vaxa í starfi og taka við nýjum áskorunum. Og þá allt í lagi að nefna þetta, að einn af okkar fyrrum nemendum núna í fylkingabrjósti þeirra sem að koma okkur í gegnum þessa líka dæmalausu nýju kórónuveiru sem búin að koma okkur hér í mikil vandræði. Þessi nemandi, þessi fyrrum nemandi okkar, lét hafa það eftir sér í blaðaviðtali nú á dögunum að námskeiðið okkar, það mikil vinna en ekkert mál og svakalega góður undirbúningur fyrir landlæknisstarfið. En skoðum námskeiðin okkar. Í fyrsta lagi, diplómanámið okkar eru 30 eininga nám og þau skiptast í 2 meginþætti. Það annars vegar skyldunámskeið sem eru 12 einingar, 2 námskeið, hvort sig 6 einingar og þarna við að tala opinbera stjórnsýslu og svo stjórnsýslurétt fyrir stjórnendur og starfsmenn opinberra stofnana. Og síðan það valnámskeið sem eru samtals 18 einingar. Hérna geta nemendur valið 3 námskeið af 18 sem í boði. Hér nefni ég bara aðeins nokkur dæmi, en ég bið ykkur að athuga sérstaklega að þessi námskeið eru fjölbreytt og þau ná til ótal margra sviða og þannig að það sem þið verða að gera, þið þurfum að fara inn á vefinn okkar og skoða það hlaðborð námskeiða sem við erum þar með. Nú, ég nefni hérna dæmi eins og
stjórntæki hins opinbera, starfsumhverfi og stjórnun sveitarfélaga, rekstrarhagfræði, markaðsbrestir og ríkisafskipti, forysta og breytingastjórnun. Meistaranámið okkar er námsleið fyrir þá sem vilja fara aðeins lengra inn í akademískt nám. Þetta býður upp á sem nemur 2 ára rannsóknartengdu námi sem allt í allt eru 130 einingar. En meistaranámið okkar býður upp á hvorki meira en minna en 16 kjörsvið. Meistaranámið skiptist í 4 meginþætti. Það er skyldunámskeiðin, starfstími í opinberri stjórnsýslu, valnámskeið og síðan lokaritgerð. Í fyrsta lagi að ræða 7 skyldunámskeið. Þetta er svona kjarnanámið í náminu. Allt í allt gera skyldunámskeiðin 42 einingar og ég tel hérna upp skyldunámskeiðin, opinber stjórnsýsla, stjórnsýslurétturinn, rekstrarhagfræðin, stjórntæki hins opinbera, skipulag og stjórnun stofnana, hagnýt tölfræði og rannsóknaráætlanir og rannsóknarsnið. Starfstími í opinberri stjórnsýslu eru 18 einingar samtals. Þetta er ætlað þeim sem ekki hafa tiltekna starfs- eða stjórnarreynslu hjá hinu opinbera. Þeir sem hins vegar það hafa, þeir geta sótt það að fá þá reynslu metna upp í þessar 18 einingar sem þetta gerir ráð fyrir. Meistaranámið hefur, eins og ég sagði áðan, 4 meginhluta. 3. hlutin eru valnámskeiðin og þar, alveg eins og í diplómanáminu, erum að ræða mörg valnámskeið, heilt hlaðborð og flestir geta fundið þar eitthvað við sitt hæfi. Samtals telja valnámskeiðin sem þú tekur í meistaranáminu 30 einingar. Ég nefni bara aðeins hér nokkur dæmi og minni ykkur á það að þetta er ekki tæmandi. Vegna þess að ef þið farið inn þá sjáið þið hvað er í boði. Allskyns námskeið en athugið það líka, þau geta líka verið mismunandi að þeir varðar einingafjölda. Að lokum þá lýkur þessum námi í meistaranámi, því lýkur með 30 eininga ritgerð sem gefur þeim sem þetta nám taka alþjóðlega gráðu Master of Public Administration. Að lokum vil ég benda ykkur á það að þið sem eru búin að hlusta á þessa kynningu og farin á vefinn hjá okkur og lesa allt sem þar er námskeiðin okkar og námsleiðirnar í opinberri stjórnsýslu, ef það er þannig að þeir eru ennþá með ykkur spurningar, hafið þá samband og þá er hægt að fara hér 3 mismunandi leiðir, sendið okkur tölvupóst, hringiði eða komið inn í netspjall. Að lokum vil ég segja þetta, verið velkomin í námið opinber stjórnsýsla hér hjá okkur í Stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Takk okkur fyrir og verið sæl.